Góðan blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Gunnarsson og er forstöðumaður í Loftstofan Baptistakirkja. Þú ert að horfa á netþáttinn Apologia þar sem við tökumst á spurningar hvað varðar kristna trú. Spurningin sem við erum að deila við í dag er spurning hvað fannst mér skoðanakönnun siðmenntar. Það sem ég glæður að geta farið í þetta hérna en ég fór í bítið á Bylgjuna daginn að tala við formann siðmenntar og linkurinn af því viðtali verður bara hérna fyrir neðan í hérna info á þessu vídeói. En allavega það sem svona í fljótu bragði mér fannst þess að þá var þetta ég bjóst alltaf við því að þetta myndi mála dimma mynd ástand trúarlíf Íslendinga og ég hef enga von eða svona enga eða svona í einhverjum falsur raunveruleika með það að Íslendingar sé eitthvað rosalega trúaðir. Þannig að ég var að búast við rosalega svona dökkri mynd trúarlíf Íslendinga en það sem mér fannst skrýtnast við þessa skoðanakönnun var líklega spurning 3 sem sýndi svolítið kannski ef ég má pota aðeins í siðmennt að svona kannski vanhæfi þeirra við að gera spurningarnar fyrir þetta að þeir eru greinilega ekki alveg búin að pæla í svona allavega trúarafstöðu kristinna og ég held að flestöllar spurningarna snerist kristna trú eða einhvern veginn á þjóðkirkjunni og svo annað eins sko en allavega fyrir mig þá var spurningin hann að 3 var hvað skapaði heiminn, hvernig var heimurinn til? Svar A var stóri hvellur eða Big Bang og svar B Guð skapaði hann. Fyrir mér og fyrir flest alla kristna sem ég þekki þá ekkert vandamál þar á milli. Þetta ekki tvær mótsagnir, það þarf ekki að vera annarkvort eða og reyndar eins og kom fram í svarinu, svar D var svar A, B, C, svar C var ég veit ekki, svar D var annað og það sem kom í ljós í öðru að margir nefndu að A og B var ekki mótsagnir og að Guð var orsakavaldurinn fyrir Stóra-hvell og að Stóri-hvellur reyndar bendir á skapara. Flest allir trúleysingar áður fyrr héldu í þá kenningu að alheimurinn væri eilífur og þannig þurftum við ekki skapara og þannig að þegar að Stóri-hvellur kom fram og svo vísindalega uppgötvuna að heimurinn átti sér uppruna að þá var allt í einu það orðið mjög stórt vandamál fyrir fjölgyðistrúarfólk, algyðistrúarfólk og trúleysingja. Það er að segja það fólk sem hélt að náttúran sjálf væri Guð, allt í einu hún sköpuð og ekki eilíf og það er rosa stórt vandamál og fyrir fjölgyðistrúarfólk sem að trúir oftast að þeir guðir sem eru til eru hluti af sköpuninni að það var vandamál fyrir þá. Þannig að þetta sýndi svolítið fram á kannski siðmennta skjóta sig svolítið í fótinn, kom ekki vel út fyrir þá og þeir voru ekki beint búin að pæla í þessum spurningum eða sérstaklega ef þeir ætla að vera að kommenta mikið á trúarlíf Íslendinga og tala á móti því þá ættu þeir kannski fyrst og fremst að kynna sér hvað kristnir á Íslandi trúa, hverju kristnir á Íslandi trúar eða kristnir út allan heim. Það er mjög auðvelt að komast að þessari spurningu en annars var ég einhvern veginn fyndið bara spurning 1 til dæmis ertu trúaður? Ég held að 46% sagt já að vera trúaður manneskja og svo spurning 2 ertu kristinn og þá sagði 60% já við því og mér finnst það svona sýna Íslendingar eru ekki greinilega mjög langt frá því að fatta hvað trú snýst og hvað trú er og svo kom ég ljós að af þessum 68% sem sögðust vera kristinn í spurningu 6 held ég að það veri hverju trúiru að þá voru flestallir sem sögðu held ég 40% af þessum 68 sem sögðust vera kristinn sögðust vera ekki trúa að Guð væri til en trúa svona á siðferði Biblíunnar. Þannig að þetta mjög svona sýnir hversu ruglaðir Íslendingar eru í hausnum varðandi hvað þýðir að vera kristinn, hver er Jesús Kristur, hvað þýðir að vera trúaður og svo framvegis og þetta eru stærstu spurningar lífsins. Þetta er það sem Íslendingar ættu að vera að pæla í og þetta bendir mér á að ég er með mikla vinnu framöndan að Kirkja Krists á Íslandi hefur mikla vinnu framöndan og við þurfum að standa á fagnaðarerindinu að segja fólki frá Jesú Kristi og hvað það þýðir að vera kristinn og hvað hann hefur gert. Þannig að mér finnst gaman að þessi skoðanakönnun var gerð og ég vonast eftir því að fleiri skoðanakannanir verði gerðar. Ég vildi að þeir eru spurt á spurningunni hversu oft ferðu í kirkju eða lestu Biblíuna þína. Það hafði svarað mjög mörgu fyrir mér, gefið mér mjög góða hugmynd hversu margir eru raunverulega að taka kristna trú alvarlega á Íslandi. Ég hefði viljað að heyra þess svör við þeim spurningum.
Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með, þá er þið velkomið að skila við komment við þetta vídeo. Þú getur einnig sendt okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meir kirkjuna sem framleiðir þessa þætti, þá getur þú fara á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomur hjá okkur, við elskum að sjá nýtt fólk. Og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd, þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.